Ég er stödd á Fáskrúðsfirði. Ég stend hérna fyrir utan gamla barnaskólahúsið í mjög fallegu vorveðri og ennþá betra, ég er með þennan fallega handmálaða postulínsbolla. Það er hún Sigrún sem málaði bollan. Hún er einmitt stödd hérna inni með stöllum sínum í hópnum postulínur. Þær eru að mála og hafa það huggulegt saman. Við ætlum aðeins að trufla þær. Í gamla skólanum á Fáskrúðsfirði gerumst við boðflennur á hittingi hjá postulínum, hóp hressra kvenna sem mála saman í góðum félagsskap. Það er hérna kannski ekkert hver sem fær að koma að heimsækja postulínunar? Nei, við bara erum svolítið prívat, sko. Já. Hvernig byrjaði þessi hópur? Við byrjuðum náttúrulega bara fyrir löngu síðan konur sem bjuggu hérna á staðnum og höfðu áhuga á þessu og höfðu séð þetta og málun og drifi að fá bara leiðbeinanda. Fengum fyrst leiðbeinanda sem heiti Kolfinna og er nú svona hætt fyrir löngu. Og tók sig til hópur kvenna sem keypti bara brennsluofn og fór að mála saman með því að fá leiðbeinanda til að byrja með og svona. Svo hittust þau bara í mörg ár og þetta var bara svona skemmtilegt viðfangsefni og fundi þetta bara til að hafa gaman og var starfandi bara á veturna og hittust alltaf einu sinni tvisvar í viku og máluðu. Talið þið mikið saman þegar þið eruð að mála eða er svona þögn, er svona öll gangur á því? Það er oft mjög lítið talað. Við gleymum okkur svoleiðis í þessu og maður kannski fattar allt í einu að maður er búinn að bara þegja kannski hálftíma, sko, nema þá bara kannski tala einhverja liti, hvað á að nota næst og eitthvað. Já, það er nú líka sagt að maður geti alveg, með góðum vinum, þá getur maður bara þagað mjög lengi á þess að það sé óþægilegt. Já, við erum góðar að þegja saman, sko. Mjög. Ertu með einhver framtíðarplön fyrir þennan lampa? Nei, ég bara átti lampar sem ég hafði málað, ég man ekki 1900 og eitthvað þegar hún var hérna á Kolfinn sem var að kenna. Ég man ekki hvað ár það var, munið þið það stúlkur? Já, langt síðan. Já, það er svo langt síðan. Svo brotnaði lampinn og þannig svo bara keypti ég þennan og semst það er búið að bíða svo mörg ár. Það var málan svo ég dreif mér nú loksins í þetta. Já, hvernig líst þér á? Gengur þetta vel? Já, þetta bara. Ég held að þetta verði bara allt í fína lagi. Ég er góðan kennara. Já. Hvað er skemmtilegt að mæta hérna? Já, mjög skemmtilegt. Gefur manni mikið. Það verður gott að fá lampan aftur. Já, það verður gott. Hvað ert þú að mála, Jóna? Herðu, ég er allir jólakonunum bara. En það er samt apríl. Já, ég er búin að mála jólakonunum í vetur sem ég ætla að gefa næstu jól. Já, þú ert svona skipulögð. Já, það má segja það. Má ég að sjá könnuna þína? Hvaða jólasveinn er þetta? Ég veit það nú ekki alveg. Hann er allavega að senda bréf. Ok. Ég veit ekki, það er spurning. Ætla hann sé ekki bara að senda einhverju snót. Megum við eitthvað að taka myndir af þessu? Er þetta ekki jólagjöf handa einhverju? Það skiptir engum mál. Þau veit alveg að þau fá jólagjöf. Vita kannski að þau fá mála postulín? Já, þetta er eiginlega svona pöntun. Herru, segðu mér aðeins frá þessu bakka samt. Þetta eru greinilega, er þetta allir jólasveinir? Já, þetta eru jólasveinir, allir. Ertu ekki bara búin að vippa þessu upp hérna í morgun? Nei, þakka yfir. Þetta er búið að taka ansi langan tíma. Þessi er enda númer 2. Ég er búin að gera annan. Ok, akkur er þetta svona lengi að þessu? Þetta er alveg hræðilega smátt. Já, ég veit, ég er bara stríðar. Þú ert rosalega þolinmóð greinilega. Já, eins og ég segi, þetta er eiginlega sálfræðitímarnir mínir, eru hér. Ég er reyndar ekki búin að vera hérna nema 3 ár. Já. Ég held ég að byrja fyrir 3 árum.
Og hver eru framtíðarplönin fyrir þennan disk? Hann fer til dóttur minnar. Hún verður fórnarlambið. Hafið þið alltaf aðstöðu hérna og getið geymt dótið ykkar og svona? Já, það er þetta er bara herbergi sem við fáum að vera með, bara dótið okkar í og þurfum ekki að... Og hér erum við með brennsluofnin líka í herbergi hérna inna, þannig að þetta er ægilega fín aðstæða. Já, það er mjög heimilislegt. Já, mjög. Farið einhvern tímann í púl eða? Nei, það eru hérna, þetta eru félag eldri borgara sem á þetta púlborð. Já. Þannig að þeir eru hérna starfandi líka. Hvernig velur maður sér viðfangsefni þegar maður er að mála postulín? Er það að leita á netinu og fá hugmyndir eða vitið þið bara alltaf hvað ykkur langar að gera? Nei, ég er nú með svolítið byrðir af postulíni og svo erum við með blöð og myndir og svo fá maður hugmynd kannski að gera eitthvað handa eins og við erum ekki að gera grín að því að við finnum okkur fórnarlömb til þess að mála handa, sko. Já. Er þetta eitthvað bjarnargreiði að mála? Ef okkur langar til þess að mála eitthvað sérstaklega, þá finnum við bara fórnarlömb til þess að þurfi ekki að fylla húsin okkar af þessu alveg. Já, ég skil, já. Þegar maður er búinn að mála sér sko stell, bæði jólastell og kaffistell og matastell og alls slags, sko, þá þarf maður kannski úr styttur og allt mögulegt, sko. Það hefur maður ekki meira pláss. Þá hefur maður ekki meira pláss og þá finnum maður fórnarlömb til að geta haldið áfram að mála. Allir í kringum ykkur eiga fallegstell, væntanlega. Nei, ég er ekki komið svo langt. Nei, það er svo stutt síðan að hún Inga byrjaði. Hún byrjaði bara hvað í fyrra? Ég byrjaði fyrra, já. Ég er nýleiðin hérna. Hvað ert þú búið til? Ég er að gera hérna disk. Ertu búin að brjóta hann? Nei. Ég er brussa, ég veit það, en þetta gengur samt. Er ekki erfitt að vera að vinna með postulín ef maður er brussa? Það er stundum svolítið erfitt. Maður á það til að káfa hérna ofan í það sem maður er búinn að gera og þurfa að gera það upp á nýtt og svona, en þetta gengur allt saman. Já. Þetta er greinilega mjög fínlegt og fallegt hjá þér. Þakka þér fyrir. Hvað ætlar að bjóða upp á í þessum diski? Já, til dæmis var ég að spá í svona nokkurt Macintosh eða smákökur eða eitthvað. Þetta verður svona góðgætisdiskur. Já, svona góðgætisdiskur, já, það má segja það. Það er mjög gott að eiga svoleiðis. Já, það er nauðsynlegt þegar maður á engan, sko. Það er líka ekstra gott þegar það er úr diski sem maður málaði sjálfur. Það hlýtur að vera. Það getur ekki annað verið. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Já, ég kom nú hérna bara fyrst vegna þess að mér langaði til að vita hvernig þetta væri. Ekkert að ég hefði neitt sérstakann áhuga. Mér langaði bara til að skoða þetta. Svo þegar ég byrjaði þá var ég bara alveg húgt á þessu. Ég get ekki hætt. Bara þetta er svo róandi. Þetta er eins og hún segir, sálfræðitími. Þið er alveg stór sparið á því að vera í þessum... Já, elska mig, við stórspörum á því að vera í þessum tíma. Hvað finnst þér svona skemmtilegast að gera? Bara allt. Það er alls saman hvað það er. Mér finnst voðalega gaman að gera jólamyndirnar. Hvað gerir þú svo við alla bollana sem þú málar? Gefa það. Nei, ég á nú eitthvað sjálf. Og diska og svona. Jú, ég á heilmikið orðið sjálf. Hvað ertu að vinna með núna? Þessa könnu hérna. Hún er falleg. Hvað ertu með eitthvað fórnarlamb fyrir þessa könnu? Nei, ég verð bara, ég þetta bara sjálf. Mjög skemmtilegt að geta gleymt sig bara við þessu. Maður kemur hérna og maður týnir bara stað og stund, sko. Þetta er svo mikið slökun og að segja það bara sé á við bara marga sálfræði tíma bara að sita og mála. Já, hérna eigið þið bara svona svolítið stund með sjálfum ykkur og hver annari. Já.